Komið þið sæl, þennan ágæta sunnudag, sýnir Egils heilsa eins og venjulega. Við sýnum hérna bræðurnir Sigurjón Magnús og Gunnar Smári. Og hér á eftir, þá kemur til okkar Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. En við ætlum að byrja hérna vettvangi dagsins og það Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, Friðjón Friðjónsson og Arna Magnea Dangs. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Það er náttúrulega svo margt að tala, en bæði hérna heima og út í hinu stóra heimi. En byrjum hérna aðeins með fjárlög ríkisstjórnar. Nanna, þú náttúrulega stingi, þú endalega lesið þetta ekki. Já. Og Friðjón bara á áhuga og Sandra. Já. Þetta svona, ríkisstjórnin núna, fjárlaga frumvarpið sýnir stefnu ríkisstjórnar. Þetta svona pólitískasta plagg á hverju ári og nú liggur það fyrir. Og hér höfum við svo að við hissa og mörgu, handbælt. Já, ég byrja. Já, þú ert að þingi. Það má ég hafa langa tíma. Nei, Stoppaði bara. Nei, þetta nú sýna þau á spilin. Já. Og spilin eru ekkert í líkingu við það sem búið að boða. Raunveruleikinn sá, það ekkert aðhald í þessu, en það alltaf verið að telja okkur trúum eitthvað sem ekki. Það eru meiri hækkun í þessum útgjöldum sem sagt milli árna 25 og 26 heldur milli 24 og 25. Staðreyndin líka svo, það eru engin útgjöld, engin ríkisstjórn sem hefur boðið jafn mikil útgjöld. Aðhaldið í raun og veru einhvers konar leikrit frá þeirra eigin áætlun, að þau sem sagt eða aðeins minnaðu ætluðu sjálf í mars. Í ofanálag þetta þá er á þess að ég ætla að fara djúpt í eitthvað nýja stöðuleikareglur sem hefur verið að tala að sé rosalega flott, þessi ekki hægt að eyða miklu. En hvað gerist? Þetta er allt hlutföll. Þau eru að bæta úr skuldum. Þau segist að draga úr skuldum. En þau eru að bæta í, en vilja alltaf bara miða við hluti af hildinni. Já, en það gefum bara tækifæri að taka aldrei á útgjöldunum. Af því að vandamál ríkissjóðs er einfaldlega á útgjaldahliðinni. Það er ekki á tekjuhliðinni. Þarna er ekkert gert til að draga úr útgjöldum. Það er bara bætt í eins og þau segja tekjuhliðina, hækka skattar eða gert ykkur aðra breytingar, en þetta er ekki aðhaldsamt, þannig að við þurfum aðhaldsam fjárlög núna til þess að ná hér niður vöxtum og verðbólgu. Og það hefur við því miður ekki trú að verði með þessu frumvarpi. Er þá eitthvað sérstakt í frumvarpinu sem þú myndir blása af ef þú ættir að svona því? Já, ég get alveg farið að taka ykkur ákveðna punkta út úr því. En eitthvað stórt? Já, en ég held að það sé nefnilega málið. Það þarf að bara aðeins fara nokkur ára aftur í tíman, fyrir COVID-ári, fyrir Grindavík og segja bara, hvar fóru út af leið? Því að við vitum alveg að hér var vinstri stjórn í 7 ár sem að Sjálfstæðisflokkurinn endanum sleit af því að honum var kannski orðið nóg þannig að þetta er búið að vera að aukast útgjöldin ár frá ári, en ég held að upplifa enginn að við séum að fá meira fyrir peningin. Ég held að sé enginn að út að segja, nei, nú eru komið betri heilbrigðiskerfi, nei, menntakerfi, það er orðið frábært, það er ekki þannig. Það er bara allt að hrunu komið, alveg sama þó þessi búið bæti í, þannig að við þurfum bara að staldra við, taka út allt rugli. Ég held að sé svo mikið ruglan inni, sjáu eins og alla þessa skatta í loftslagsmál. Við vorum að fá svara ykkur fyrirspurn, 140 milljarðar á nokkrum árum. Við búum hér á landi, það sem endurnýjanleg orka er bara eins og hvergi annars þar. En samt eru þjökuða samviskubiti og greiðandi skriljónir í staðin fyrir að aðeins að hugsa bara, hvað með heilbrigðiskerfi, hvernig getum við bætt það, hvernig getum við, erum við að setja peningan á réttan stað? Og ég held ekki. Friðjón? Já, Og nú er það líka aðstofmaður fjármálaráðherra? Nei, ég var aðstofmaður Bjarna fyrir 15 árum síðan þegar við vorum í stjórnarandstöðu. Þannig að ég var ekki... Tími líður allt. Já, og þetta voru eitthvað svona 1,5 ár tæft. Það sem Nanna var að segja tryggar mig næstu því að fara að tala fjármál Reykjavíkurborgar. Því að þetta er ofboðslega
sko keimlíkt. Það að segja að það ekki verið að taka til á útgjaldahliðinni. Það er stólað á auknar tekjur og síðan á það að vera hinn góða mynd. Við höfum séð það síðan á undanförnum árum að ef það er meiri umsvif í samfélaginu þá það tekjurnar ennþá meiri, þannig að það getur alveg gerst að þau komi mögulega að ári liðnu eða einhvern tíma seinna og sagt, þetta var miklu betra heldur en við byggust við vegna þess og við skiluðum ekki 15 milljarða halla. Það var hins vegar tækifæri til þess að skila hallalausum fjárlögum og það held ég að hafa verið mistök hjá ríkisstjórninni að skila ekki hallalausum fjárlögum til þess að sýna Þetta er 15 milljarðar. Já. Af 1600. Af 1600, sko. Já, samt 15 milljarðar mikið. Já, ég veit það. En þetta er svo lágt hlutfall af heildar púljunni. Bara það að selja Landsbankann. Það er að segja hlut ríkisins í Landsbankanum. Gæti lækka vaxtagjöldin þannig að þau gætu færi langleiðinni með að skila hallalausum fjárlögum. Hvað eru vaxtagjöldin stór hluti af útgjöldum ríkisins? Næst stærsta eða þriðja stærsta útgjaldaliðurinn? Smári mannstu það? Þriðja stærsta? Annar þriðja, hvort. Þriðji mestu útgjöldin hjá okkur eru vaxtagjöld. Það er ekki góð nýting af fjármagn. Nei, alls ekki. Og ég er ekki að segja að það sé þessar ríkisstjórn að kenna. Þetta er bara, þetta er þróun sem hefur undanfarin ár. Þetta er arfleið Bjarna Benediktsson, getur þú sagt? Þetta er arfleið síðustu ríkisstjórnar, það er alveg rétt. Þegar að við fyrir COVID að þá voru, ég held að útgjöld ríkisins hafi vaxið 50% með hver útgjöldum voru 2019. Þannig að það eru mistök og það er eitthvað sem að Sjálfstæðisflokkurinn þarf að takast á við og feysa, svo maður notur nú kjarnert íslenskt mál. Já, þó ég sé ekki trefin Allir skilji hvað það var. Já, en þó ég sé ekki trefin að taka upp hanska fyrir Sjálfstæðisflokkinn af því að þetta var alveg ömurlegt hvernig þessi ríkisstjórn fór með útgjöldin lengi vel, það voru þessi... Hann var alveg hinvegin. Já, ég segi, en það er samt staðreind að þau voru á ákveðnum árum að eiga við risastór verkefni. Þessi ríkisstjórn er ekki að því núna, en hún er að bæta í. Hún er með meir útgjöld, þannig að ég held að 15 milljarða... Þess vegna var tækifæri til þess. Þess vegna tækifæri, sko. Má ég segja eitt í viðbót, það eru síðan atriði í fjárlögunum sem að veki hjá manni ákveðnar áhyggjur og ég er ekki mótfallin því að við séum að stytta til dæmis atvinnuleyfisbótaréttinn sem er sá lengsti sem í Vestur-Evrópu en það er það ekki. Já, eitt sá lengsti. Það er lengra bæði í Finnlandi og í Noregi. Já, það sem að þetta mun síðan hafi í för með sér og við verðum að vera vakandi fyrir, við sem erum á sveitarstjórnarstiginu, er það að þegar að fólk er í langtíma atvinnuleysi og ef það fær ekki vinnu á þessum tíma, þá lendir það í fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögunum. Og það er ákveðin hætt á því fyrir okkur sem erum á sveitarstjórnarstiginu að við fáum einhverja holskeplu af fólki. Nei, það er það ekki. Vegna þess að þú veist, stjórnmálamenn gerir þetta alltaf, þeir mála alltaf skrattan vegginn og allir hinir eru ómögulegir og við erum þau sem þurfum að komast að til þess að laga allt sem að hinir gerðu ránt. Í staðan fyrir að bara horfa á þetta heilstætt og hugsa hvar eru raunveruleg vandamál og akkur eru þessi vandamál. Við erum að sjá ekki bara á Íslandi, alls þar í Evrópu að ríkisstjórnir eru að safna skuldum og þau safna alltaf meiri skuldum og meiri skuldum og meiri skuldum að þá er kerfið ekki sjálfbært. Og akkur er kerfið ekki sjálfbært? Það er vegna þess að það er búið til þannig að það eru ákveðni aðilar og það er ekki hægt að neita því að það eru mjög fjársterkir aðilar sem græða á verðbólgu. Þeir græða á miðskiptingu, þeir græða á því að hérna sé hátt vaxtastig. Því meiri peningar sem það átt, því meiri peningar myndu eiga ef að verðbólgan er há, því að þá hækkar vextinni einir. Því minna sem það átt, því meira taparu. Og alltaf þegar það er verðbólga, háverðbólga og vaxtastig, það bitnar alltaf á launþegum. Og mesta ruglið sem hafi verið sagt er að það sé verkastétt og millistétt og þessi stétt og önnur stétt. Í raun og veru, þá eru bara tvær stéttir. Þeir sem eiga skítnóa peningum og þau sem þurfa að vinna fyrir þeim. Og það er verkastéttin. Og það eru við nánast öll.
og við þurfum að breyta svolítið kerfinu og hugsa þetta heildstætt og ég held að mjög margar ríkisstjórnir, hvort sem það eru þetta hægri, vinstri eða miðinni, séu að reyna svolítið að halda sjó vegna þess að þú ekki breyta kerfinu en við þurfum líka að fara að hugsa það að hér á Íslandi að það hafa hnattræn hlýnun áhrif það hefur nú þegar rannsóknir sýnt að það er ekki nema kannski 100 ár þangað til hérna verður óbyggilegt þannig við þurfum að taka ábyrgð þar líka þannig að hækka tekjuhliðina með því að fara að skattleggja þá sem að hafa verið að græða á verðbólgunni, vöxtunum og auðlindum allt í kringum okkur það er bara skynsamleg leið en ekki vitlaust þannig að maður á að segja, já, vel gert hvort sem er til hægri eða vinstri, það sem er vel gert en það má vissulega gagnrýna eins og bara stytta atvinnuleysisbætur vegna þess að atvinnuleysisbætur ef að ég fer rétt með eru borgaðar af atvinnulífinu eða ekki þau borga í atvinnuleysistryggingasjóð þannig að ríkið á ekki að vera að breyta þessu ekki nema þá breyta tryggingagjaldinu Já, ég bregst ykkur ég er bara áhugavert en ég held að þetta sé ekkert svona stórt samsæri ég held að þetta snúist bara það að það er fullt af pólitíkusum sem að einhvern veginn segi ekki nei og vilja kaupa sér atkvæði og þess vegna minnki ekki útgjöld ég held ekki úthugsað hjá hverju ríkisstjórn fætur annar sem eyðir Þetta er áhrif utanfrá til dæmis Já, ég bara þetta skoði útgjöldin þetta er bara fullt af alls konar það sem er að gera Ég held að verðbólga þjóni fæstum og þjónar ekki þeim sem að meira sé ekki þeim sem að eiga peninga því að verðbólga er bara rýrnun á verðgildi og gildi peninga. Það er mjög varinn, svo sem á peningin er mjög varinn af Seðlabankanum og fær að hafa 3,5% raun ávöxtun bara með að við stýrivexti á meðan að þeir sem að skulda eru ekki varðir fyrir verðbólgu. Já, ég er sammála Nönnu, þetta er ekki svona samsæri einhverja stóra aðila það að Þetta er raunveruleikin að þeir sem eiga peninga eru varðir fyrir verðbólgunni en þeir sem eiga það ekki, þeir bera kostnaðinn. Þeir sem eiga peninga verja sig fyrir verðbólgunni. Ég meina að sjálfsögðu reyna mjög margir að verja sig. Það spyrir bara follow the money, ég meina hver græðir á þessu og það eru þeir sem eiga peningin. Það er þannig, eða ekki? Jú, ég finnst, ég segi nú sjálf að mína skoðun en mér fannst með fjárlögin þá var ég fyrir miklu vonbrigðum með ríkisstjórnina. Ég var að vænta þess að þetta yrði með einhverjum öðrum hætti þarna þegar alveg stjórna skipti og þær koma þarna 3% og vilja færa að vinna og Sömuleitt er þetta óbreytt stefna frá fyrir ríkisstjórn og þau eru að gagnrýna fyrir ríkisstjórn sem að hægrið kalla vinstri stjórn og vinstri menn kalla hægri stjórn. Það sem annars vegar það mátti ekki hækka skatta, það var hægri menninni lögðu það til og það mátti ekki skera niður, það var það sem að vinstri menninni lögðu til. Þannig að það var ekkert gert, það var haldið áfram í hallarekstri og sömuleitt er þetta vandamál sem er út allan heim, þetta er í okkar heimsluta að það er eins og að verið flutt inn til Evrópu að skattar séu skaðlegir sem er svona úr bandarískum stjórnmálum vegna þess að skattar í Bandaríkjunum fara ekki til þess að reka heilbrigðiskerfið eða miklu minna til svona þjónustu sem við ætlumst til þess að fá út úr skattkerfinu, þannig að það er svolítið undarlegt þegar Evrópuþjóðirnar sem að hafa flestar eru með svona 40% af landsframleiðslunni sem að fer í því að halda upp í einhver svona velferðarkerfi og svona grunnþjónustu eins og heilbrigðiskerfi og skólakerfi að við tökum það upp að vera á móti sköttum því þá erum við raunverulega á móti því að hafa öflug grunnkerfi samfélagsins sem að þegar maður hlustar í samfélaginu þá er samfélagið ekki sammála því. Það er ég svo að segja langflestir í samfélaginu sem að horfa fram á niðurbrot innviða, niðurbrot grunnkerfana og líta á það sem stórkostlegan skaða. Þessi skaðir vegna þess að það hefur verið veikt tekjuöflunarkerfið, það hefur verið gefnir skattaafslætti til þeirra sem að hafa mesta tekjurnar. Við erum með lægri fjármagnstekjuskatt heldur en allar þjóðir í kringum okkur. Við erum ekki með eignaskatta. Við erum með lægri tekjuskatt fyrirtæki heldur en allar þjóðir í kringum okkur og þar á undir götunum. Þannig að við gefum eftir mikið af skatttekjum og þess vegna þurfa ríkisstjórnir sem að mega ekki hækka skatta en vilja einhvern veginn má ekki skila halla á ríkissjóði og það má ekki fjárfesta, ríkissjóði getur ekki farið út í fjárfestingar. Það er tilningin svo að vera bara með hæga
og svolítið svona dauða hönd af allri opinberri þjónustu sem að hægt og bítandi verður lakari og verri og okkur tekst ekki að byggja upp grunnkerfin í takt við fjölgun þjóðarinnar. Þannig að við erum eiginlega föst í þessu og það er engin breyting á þessu frá ríkisstjórn Katrínar yfir í ríkisstjórn Kristrúnar sem eru bara nákvæmlega sama stað. En hvernig stendur þá því, Gunnar, að opinber útgjöld og hlutur ríkisins í efnahagslífinu og í hagkerfinu er alltaf að aukast og aukast og aukast. Men þú bara til þá krónutöluna, það er bara vegna þess að verðbólgan hækkar og... Nei, hlutfall hins opinbera... Það er bara sára lítið, sko, það er þá út af vaxtakostnaðurinn. Það er vaxtakostnaðurinn sem það er ekki verið að auka hlutfall. Það var hægt að merkja örlitla aukningu í framlagi til heilbrigðismála með að vera að byggja Landspítalann, en það er ennþá langt undir það sem er í næstu nágrannlöndum. Við erum með umtalsvert fleiri til dæmis við erum með umtalsvert fleiri í opinberum störfum heldur en við vorum með fyrir 40 árum síðan og 30 árum síðan. Umtalsvert fleiri sem hlutfall af heildarfjölda starfandi í samfélaginu. Hið opinbera er alltaf að taka meira og meira til sín og þú málar þetta og þú málar þetta upp sem einhverja dystopíska mynd það að við séum inn í einhverja á leiðinni inn í einhvers konar samfélag þar sem að eingöngu hinir hæfustu komast af. Það er ekki svo vegferð sem að við erum á. Hvað er samfélagið það? Nei, það er bara ekki svo leið sem við erum á. Við höfum líklega aldrei haft það betur, íslenskt samfélag. Við höfum líklega aldrei verið færri hlutfallslega fátækir heldur en síðustu misseri og síðustu ára og áratugi. Samfélagið er það er umtalsvert þéttara öryggisnet heldur en var fyrir 40 árum síðan og 50 árum síðan og 60 árum síðan. Þó það nú líka. En það er bara vegferðin sem við verið á er bara býsna góð. Nei, veistu að þetta kemur alltaf upp. Þú veist, hættið þessu væli og bara sjáu hvað við höfum það gott og þetta er allt svo frábært og þú veist, þetta kemur upp aftur og aftur. En þú veist, bara læknar hafa rita greinar það að heilbrigðiskerfið sé lakara núna, þú veist, 2025 en það var 1975. Það eru færri... Það búið ekki Landspítalann neyðarst í árum saman. Sko. Það eru færri sjúkrarúm per, þú veist, 1000 íbúa núna heldur en var 1975. Það eru færri heimilislæknar per 1000 íbúa núna heldur en var 1975. Vegakerfið okkar núna er verra heldur en það var 1975 á mörguleiti. Vegna þess að Malbik, leið mér að klára, vegna þess að Malbik sem er framleitt núna og er sett á götunar er svo hált að það þarf að vara sérstaklega við nýju Malbiki. Það þurfti ekki að vara við nýju Malbiki 1975. Það var ekki talið hættulegt að keyra nýju Malbiki í rigningu 1975. Þannig að það er margt sem að er ábætnavænt og við þurfum að auka tekjunar og við þurfum að efla útgjöldin til þess að bara standa í stað vegna þess að með aukinni fólksfjölgun þá þurfum við að auka en ekki draga úr og skera niður. Það er líka algjör óþarfi að vera með bílbelti 1975 sko. Já, það eru fleiri hjúkrunarfræðingar. Það er þörf á fleiri hjúkrunarfræðingum, það er þörf á fleiri læknum, það er þörf á fleiri hjúkrunarrýmum og starfsfólki þar í kring. Þú veist, þetta eru opinber störf. Með fólksfjölgun þá þarf fleiri kennara, það þarf fleiri fólk sem er menntað og síðan ekki gleyma því að stjórnsýslan hefur vaxið gífurlega. Þú veist, það eru aðstofamenn ráðherra, það eru aðstofamenn þingmenna, það eru aðstofamenn þingmenna, það er alls konar fólk í kringum, þú veist, borgarfulltrúar, það er búið að auka við... Frá 15 upp til 30. Já, borgarfulltrúum og það eru aðstofamenn þar líka. Þannig að, jú, vissulega, og það er fáránlegt að á stór höfuðborgarsvæðinu þá séu, þú veist, hvað eru margir bæjarstjórar á sömu launum og þú veist, bæjarstjóri í London eða New York. Þú veist, akkur er þetta ekki bara eitt bæjarstjóri? Ef við viljum skera niður þá þurfum við að geta hort á heildarmyndina og sagt hvar getum við skerið niður, hvar er fita og hvar er nauðsynleg þjónusta og þú fer ekki að skera niður hjá fólki sem er að vinna 3 og 4 vinnur bara til þess að geta farið til bónus og átt mat og nýtt sig og börnin sín. En já, mér finnst þetta bara alveg frábært margt sem þú ert búin að segja og sýnir kannski bara vandan
lausnin ekki að auka útgjöld ríkissjóðs, sko. Ríkið þarf ekki, ríkið kannski bara ekkert best til þess fallin að reka allt og svo varandi þessum Gunnar þessum þú nefnir með skattana, sko, við erum með skattpíntasta þjóð í heimi og þú ert kannski aðeins að velja þá skatta sem aðrir eru með hærri en ekki það sem við erum með hærri, hvað er ekki öðru sæti samkvæmt einhverjum OECD lista yfir það sem borgar mestu skattana en allt sem að Arna nefnir þetta hverjir borgar skattana? Já, það sem að gerðist hérna með hægri manna, það var flutt skattbyrði frá þeim sem eru aflögufærir, sem eru fjármagnseigendur og fyrirtækjaeigendur, það var flutt yfir á almenning og það er að laga það. Það er ekki að kvarta, þú veist, við höfum borgað skatta, það er hverjir borgað skattana. Það er lægsti fjármagnstekjuskatturinn á Íslandi, það er lægsti fyrirtækjaskatturinn, það er engin eignarskattur, þetta er velferðarkerfi hinna betursettu. Nei, myndið þú vilja að skattar og fyrirtæki væri það háir að það væri lengi hvati, þegar það væri meiri hvati að vera bara launamál alls þar. Það er ekki verið einhver hvati fyrir fyrirtækin. Þetta er eitthvað jafnvægi sem við þurfum alltaf að finna. Á blómatíma kapitalismans á eftirstríðsárunum, það voru skattar háir, það voru fyrirtækjaskattar voru yfir 50%, hátekjuskattar fóru upp í 90% í okkar heimshluta og það var mestu uppgangstími kapitalismans. Þannig að þetta er bara einhver kenning sem hafa teiknað á okkur að sérviti okkur til tíma að það myndi draga úr ákafa fólks að því að vinna og starfa og lifa eftir skattarnir væru. Ég er að tala um að taka áhættur, ekkert að vinna. Ég er að tala um, þú veist, auðvitað. Það trúið þessu voru fáir aðrir. Auðvitað tekur ekki sömu áhættuna ef það er engin ábati. Það bara segir sér sjálft. En við erum svolítið alveg saman eins og ég er alveg saman Örnu með það að þjónustan er á svo margan hátt orðin verri. En það sem okkur greinir kannski á er að við erum að borga meira fyrir verri þjónustu. Þannig hvernig ætlum við að komast út af því? Það er ekki með því að, finnst mér, að vera alltaf að taka meira af skattborgurum landsins með því að auka útgjöld ríkissjóðs en fá ekkert fyrir það. Það er það sem við erum búin að vera að gera ár eftir ár eftir ár. Það er verið að tala um að taka af þeim sem eru allra ríkastir og hafa allra mestu tekjur, ekki almennu skattborgurum. Nei, ég er bara að tala um útgjöld ríkissjóðs. Þú ert að tala um að hækka fyrirtækjaskatta, sko. Þú ert að tala um að hækka fyrirtækjaskatta verulega. Ef þú hækkar skatta á fyrirtæki, hverjir borga það á endanum? Það er ekki, sko, það er fyrirtækjaeigendur. Það er tekið að hreinum hagnaði, sko. Viðskiptavinir. Það er lagt á hreinan hagnað. Það er lagt á hreinan hagnað. Og starfsmenn. Það er lagt á hreinan hagnað. Þetta er ekki veltuskattur. Þetta er lagt á hreinan hagnað. Fyrirtækisins. Já, og þegar þú minnkar hagnað fyrirtækisins, hvað verður þá um peningin? Já, þá bara eðlilegri skipti á milli samfélagsins og þeirra sem eru minni tækifæri til þess að hækka laun. Það eru minni tækifæri til þess að fjárfesta betur, það er minni tækifæri til þess að þróa fyrirtækið áfram, að leiða það með einhverjum hætti áfram. Já, ég veit að þetta er sagan sem er alltaf sögð og þetta er sagan sem er sögð aftur og aftur til þess að réttlæta að breyta ekki neinu. En það skiptir samt engu máli þegar þú horfir á heildarmyndina að þeir eru búin að hafa tækifæri til þess að gera allt þetta og þeir hafa ekki gert það. Laun þeirra sem hafa lægstu launin að þau þurfa ennþá að vinna tvöfalda og þrefalda vinnu og vinna margfalda yfirvinnu tíma til þess að bara eiga mannsæmandi líf. Þannig að ef að þetta væri svona æðislegt og þetta kerfi væri að virka eins og þú ert að halda fram að það ætti að virka og sé að virka, þá væri við ekki þeirri stöðu núna að það er fólk sem að býr við fátækamörk og undir fátækamörkum og þessi 5.000 börn á landinu sem búa undir fátækamörkum. Þú veist, í landi eins og Ísland þá á það að vera bara 0 barn sem býr undir fátækamörkum. Það gerðist ekki þegar fyrirtækjaskattar voru lækkaðir og fjármagnstekjuskattar voru lækkaðir. Að þá jókst svigrúm fyrirtækjanna til þess að borga hærri laun og þau borguðu lægstu laun hækku á Íslandi. Það gerðist ekki, sko. Þetta er náttúrulega bara reiknistæmi. Viltu borga laun út í fyrirtækinu eða taka peningum sjálfur. Fyrirtækið er búin að borga 20%. Það er verið að stilla þetta af. Nei, það er mjög svipað. Það er hvergi heiminum horft á þetta. Þetta er kenning sem að Samband ungra sjálfstæðismanna heldur fram. Að það er að vera samingja milli fyrirtækjaskatta og fjármagnstekjuskatts. Þið getur bara að skoða þetta í heiminum. Það er hvergi, þetta jafnvægi hvergi í heiminum. Já, við verðum svolítið seint sammála skatta. Þannig það segi einu sem því að Arna sagði með að vegakerfið hefur verið betra 75 og því hlóðuð.
ég var að hugsa, getur það við að því ég man eftir vegakerfi 75 og bara Malavir en samt það þannig ef þú tækir umferðina og tækir sko flutningabílana sem að hverju sig eyðir malbyggja á við sko 14.000 engabíla þá það líklega rétt sko að vegakerfi var meira þess að betra 75 af því að við höfum ekki byggt upp vegakerfi í takt við álagið sem á vegunum. Ég var starf á Snæfellsnesi 1975 og það var malbyggað í Borgarnes og síðan voru Malavegir og þeir voru sko, stundum alveg hryllingur sko. Það var ekki búið að skafa í einhvern tíma sko. Það var alveg ömurlegt sko. Og ég skil ekki ennþá hvernig ég bara trúi þess ekki að minnu þess að hafa verið 5 ára 1975 að skröltast í aftursætinu á Malarvegi beltislaus og ég bara kaupið þetta ekki. En að leiðinni frá Ólafsvík, frá Borgarnes til Ólafsvíkur þá hafði meira sér farið og tekið upp slítlagið vegna þess að það svo göttótt eftir þungaflutninga og það eru komin í Malavegir og komin aftur. Já, það í Dölunum reyndar. Já, ég meina ég vann við að leggja slitlag fyrir 40 árum síðan þannig að það kemur ekkert óvart að það þoli ekki mjög sko þunga bíla. Þetta er oljumör. En hugsa ykkur, stórkostlegt hjá þeim sem að gátu búið til hringveg fyrir, ég veit ekki hvað mörgum árum og ekki tekst okkur í dag. 74 eða ekki? Þannig ég get ekki undir það. Það tókst. 1974. Þá fengur það í gjöf þjóðin. 1100 ára byggðaramali og í Íslandi, þá fengum við í gjöf að árnar á Suðurland voru rúðar og þá var þetta að gera hringinn. Nú ráðum við ekki við að setja nýja Ölfusárbrú sko. Nei, hvað var tvöfaldan hringveginn sko? Þau var að reyna að suða að þessi ykkur ríku katt sem til í að gera það fyrir okkur. Þetta er alveg ótrúlega. Ég var þarna á Selfossi bara fyrir 4 eða 6 vikur síðan og það eru massífa framkvæmdir í gangi. Þannig að þetta er við brúna. Já, en þetta er búið að vera mikið mál. Já, ég veit það, en þetta er að gerast. Sundabraut? Förum við Sundabraut. Og borgarlínuna, Já. Nei, nú er það bókuð 35. Þið eru búin í miðflóknum eiginlega bara að segja það að þið ætlið að beita málþófi. Já, sko, þú mátt kalla það svona. Þeir voru búin að panta gömlu ræðurnar sínar, sko. Já, nei. Til að geta lesa það aftur. Þetta er risastórt mál sem þarf samt ekkert, ef það verður samþykkt. Það liggur ekkert á þessu. Þannig ég skil ekki af hverju ríkisstjórnin einbeitt sér ekki að þeim málum sem er meiri sáttum og sem skiptir máli fyrir fólki í landinu. En þið ekki ein á móti þessu? Mér heyrist það. Við séum ein en ekki, það er að segja ein á þingi. Já, ég er að tala það. En það er alveg gríðarlega margir sem eru á móti þessu og þetta er nú eitt sem ég var til í að mætti alveg fara í þjóðaratkvæðagreiðslu með bara þessi aðlöguna viðræðu þjóðaratkvæðagreiðslu. En við þurfum kannski ekki verið mál þó ef við munum þurfa að tala mikið málið. Já, að því að það sem er breytt frá því síðast, ég er oft að spyrja það núna, er að núna liggur fyrir gríðarlega mikið upplýsingum áhrifin. Og ég vona bara að svo nefnd sem mun fjalla þetta í þinginu utan ekki væntanlega muni fara vel yfir þetta áður en þetta kemur í annar umræða því það mun stytta umræðan og vonandi sína fram á að það er ekki hægt að samþykkja þetta. Það er bara áhrifin sem þetta mun hafa Það getur ekki bara þið viljið alls ekki samþykkja þetta en þá bara gera hinnir það en þið teljið hinnum ekki hugharf sama hvað þið segið. Nei, en það væri óskandi að þið myndi aðeins bara horfa á raunveruleikann í þessu máli. Já. En hvaða raunveruleika? Ykkar raunveruleika eða þeirra raunveruleika? Já, það er alltaf hræðslu áráður þú veist, allt fer til helvítis ef þú gerir þetta eða hitt. Í raun og veru þá skiptir engum máli, þú veist, hver stjórnar. Það fer ekki til helvítis. Við hjökkust áfram eins og gömult dráttavél, þú veist, og lífið heldur áfram, sama hvað. Já, það sem skiptir fólki máli er ekki einhver bókun sem hefur tiltölulega lítil áhrif á þeirra daglega líf. Það sem hefur áhrif á fólk er til dæmis hvernig við stjórnum matarkörfunni. Akkur er það þannig að hver skipti sem að, þú veist, og þetta er pjúra kapitalismi í hnotskurn, að það er hver skipti sem að laun hækka hjá hennu láslaunuðu eða bara einhverjum sem er að vinna fyrir salt í grautinn, að þá þarf mataverð að hækka upp úr öllu valdi. Þú veist, akkur þarf hagnaðurinn alltaf að vera svo gífurlega mikill. Hann er ekki að skila sér til fólksins, hann er ekki að skila sér í hærri launum, hann er ekki að skila sér í betra velferðarkerfi. Þú veist, þessi
gífurlega hagnaður að skila sér í hverju. Þú veist, auðsöfnun fárra og peninga útflutningi, þú veist, það sem að fólk að kaupa hlutabréf í hinu og þessu. Þú veist, þetta ekki að skila sér í betra þjóðfélagi fyrir einn eða neitt. Og þú veist, þessi bókun 25 mun ekki setja þjóðfélagið á hausinn. Nei, bókun 25 mun ekki gera það og bókun 35 mun sennilega ekki heldur setja neitt vonandi ekki þjóðfélagið á hausinn. Það ekki heldur það sem við erum að halda fram, en það líka hluti gerast ekki að sjálfu sér, þannig að ég ekki sammála því að hvaða ríkisstjórn sem skiptir engu máli hver stýrir hérna. En ég get farið yfir bókun 35 en ef þið viljið meira. Ég býð bara, ég horfaði sjónvarpinu bara. Ég var inn á þingi vorið sem var að þingmaður vorið 2023 þegar að umræðan var mjög þung í þessu ágæta máli og það verður mjög áhugavert að sjá hversu mikið hefur breyst og hversu mikið Beggi þarf að breyta ræðanum sínum sem hann búin að prenta út síðan 23. Þannig að vegna þess að svo mikið hefur breyst. Þetta var spennandi að fylgjast með þessu, það er alltaf nýja fréttir af stöðu mála. Hann getur örugglega farið sem ræður, en það sem hefur kannski málið hefur sjálfur sér ekkert mikið breyst, en það sem hefur breyst það að það komnar nánar upplýsingar áhrifin ef þetta verður samþykkt. Þetta snýst þegar að lög skarast. Hvað gerist þá? Þetta snýst rétt fólks til að mynda ef að lögin skarast og við viljum ekki skerða réttindi fólks. Þannig að þetta svona grunnstefið og við erum með miklu meiri dæmi hvar þau skarast í dag heldur við vissum fyrir 1 og 2 árum. Það getur verið þannig að í Evrópuréttinum að þá sé réttindi fólks betur varin en íslensku lögum, þannig að líka getur farið hinn áttina að þeir geti sett vond lög og eyðilagt rétt okkar sem við hefðum getað haldið með Evrópurétt. Þannig erum komin á nefnilega lykilpunktinum. Þetta skiptir máli að komast að þessu áður en bókunin er samþykkt, hvar skurðin hvar missir fólki réttindi, hvar eru meiri réttindi og laga það áður en bókunin samþykkt. Það er gríðarlega mikilvægt. Já, það eru færir lögfræðingar sem hafa gert athugasemdir við bókun 35 og það eru mjög færir lögfræðingar líka sem hafa sagt að samþyktin sé rétt skref. Ég skal viðurkenna að fyrir mér þetta grunnstef í því að við erum inn í þessum EES-samningi og það finnst mér vera mikilvægasti samningur sem við höfum á Íslandi og þannig að mér finnst stundum að vinir mínir í miðflokknum hafi það mikla horn í síðu Evrópusambandsins að þeir varu tilbúnir til þess að fórna EES-samningnum líka fyrir það. Já, þú eitthvað oftúlka Ég sagði mér finnst stundum. Já, ég segi það er oftúlkum. Ég segi það sama, stundum finnst mér þetta vera umræða sem miðflokkur viljur ekki EES-samningin, en þú ekki að segja það vegna þess að það bara óvinsæl skoðun á Íslandi. Þessum miðflokkurinn alltaf að reka hornin í þessa bóku 35 eða eitthvað, sem náttúrulega bara hluti af EES-samningum. En ég alveg endilega það sé margt skoða í honum, ég held til þess að það verið mistök að elta Evrópusambandið í orkustefnu til dæmis. Það algjör óþarfi fyrir okkur. Við bara að sleppa því. Við hefum ekki bætt Ísland á neitt nátt. Við hefur hækkað orkuverðar. Það sem í þessum hópi sem þetta situr þá einn svona reyndur kapitalisti Friðjón svona búið að reyna mikið á hann í umræðinni. En förum vestur haf og tökum upp lettara hjal benda okkar verra svo böl bæta benda okkar verra Það var að leggja niður málfrelsi í Bandaríkjunum. Já, það er bara ekkert annað Já, nú meira sér búið að gefa út að FBI allir að setja transfólk á svokallaðan terroristalista þar sem að þau eru útmerkt sem nýjulistar og nýjulistar ný skilgreining sem að kemur úr þessu skjali Project 2025 þar sem að nýjulistar eru allir sem að raunni á einn eða annan hátt að mati þessara ríkisstjórnar vinnur gegn grunngildum samfélagsins og séu hættulegu samfélaginu á einn eða annan hátt og séu að ýta undir óstöðuleika og kaos ef að þetta verður að veruleika
þá búið að gefa grænt ljós á að setja, þú veist, allt transfólk í útrýmingabúðir í Bandaríkjunum. Eins og þetta Alcatraz þeirra í Flórida. Er það að segja satt? Er það þannig? Já, þetta bara frétt sem að núna og búin að vera mikið í umfjöllum Vestanhafs og meðal annars The Independent og Guardian og fleiri hafa sagt frá að þá sem sagt, FBI að vinna að þessu og ef að bandaríska þingið samþykkir þetta þá verður transfólk sett á þennan lista. Þeir eru að nota Charlie Kirk-málið sem afsökun til að ráðast enn frekar á þennan minnihlutahóp. Samt sem áður þá hafa allar rannsóknir sýnt fram á að yfirgnæfandi meirihluta þeirra sem eru valdir af skotárásum í Bandaríkjunum eru öfga hægri fólk og 96% eru karlmenn. Þannig að þú veist, þetta hefur enga stöð í raunveruleikanum. Nei. En þetta enn og aftur þegar þú veist, pólitískt öfl verða svona standa frammi fyrir erfiðum úrlausnarmálum og ég benti á þetta áður eins og til dæmis hnattlínun og eitthvað sem þeir ráða bara ekkert við að þá gott að finna blóraböggul og það alltaf auðvelt að finna minnsta blóraböggulinn bara eins og hrekkjusýn og skólalóðinni sem ræðist á barnið sem með krullur og glerugu og þú veist og minni en allir hinnir. Þannig að, og það það sem að bandarísk stjórnvöld að gera núna. Þeir eru bara að haga sér eins og vestinýðingur og það gagnvart minnihlutahóp sem að þú veist á mjög undir högg að sækja bara alls þar í heiminum. Já, og svo líka, forseti Bandaríkjanna, hann með hótanir bæði innanlands og utan. Hann að hóta þessum breytingum á samfélaginu og hann að hóta öðrum þjóðum. Hann að, hann á eftir að vera í 3,5 ár, Það andvarpa ég bara, við þá tilhugsun. Ég skal viðurkenna, ég hef ekki heyrt þetta með þetta samhengi FBI og skilgreiningu á trans fólki sem einhvers konar setjað einhvers konar hryðjuverkalista og þetta bara minnst áhugavert að heyra. Ég dreg það ekki í efa vegna þess að svo margt hefur komið, svo margt skrítið hefur komið fram frá þessu fólki og frá þeim sem að skrifuðu þarna Project 2025 og þeir sem að og síðan það sem að vellur út úr þessari ríkisstjórn sumt svo ótrúlegt að maður einhvern veginn maður bæði trúir því ekki en svo maður farin að trúa næstu því hverju sem vegna þess að en það samt sem maður líka gríðarlegt magn af fölskum upplýsingum og ég ekki að segja að þetta séu falskar upplýsingar en það svo mikið af alls konar upplýsingum að maður einhvern veginn, maður oft bara getur þetta verið satt og svo fer maður og fer ofan í einhverja kanninuholu og skoðar þá það hægt að túlka þetta með einhverjum hætti og svo framvegis hvernig þessi stjórn beiti sér mjög alvarlegt og eiginlega bara alveg hræðilegt. En það sem á sama tíma og það sem líka að gerast í Bandaríkjunum og það að og það við möttum að sjá samt sem áður hvað áhrifin af morðinu á Charlie Kirk verða að það að fjara svolítið undan stjórninni í stuðningi. Fólk að heyra sögur af bara núna síðast sá ég í vikunni einhver eldri ískona amma sem var að ferðast til Írlands og kom aftur til Bandaríkjanna búin að búa þar síðan hún var 11 ára gömul hún var sett í fangelsi vegna þess að fyrir 10 árum síðan skrifaði hún innistæðulausan tékka það ennþá verið að nota ávísanir í Bandaríkjanum og fyrir þá sem svo ungir að það þarf kannski að útskýra hvað ávísanir eru og sem svona misdemeanor og það sett hann á lista sem eitthvað glæpalista og hún var búin að vera í haldi í meir en viku þegar írska ríkisútvarpið tók viðtal við manninn hennar þegar venjulegt fólk í Bandaríkjunum heyrir svona sögur, þau héldu öll
Þau héldu öll og þau trúðu þegar Trump sagði við ætlum að handtaka þá verstu, the worst of the worst. Við ætlum að handtaka glæpamennina og senda þau úr landi. Svo bara verið að handtaka fullt af fólki sem hefur sko kannski lent í einhverju smá vandræðum gagnvart lögunum. Sko eins og segja, skrifa innistæðulausan tékka. Ég held að séu sko mjög margir á mínum aldri og eldri sem að hafa kannski einhvern tíma fengið gulan miða í gamla daga. Og það með þessi læru gleðibankunum ekki. Nákvæmlega. Það skilur þetta ekki með gulu miðana sko. Nei. Við seljum tjekkatinn. Já, þannig að sko þannig að við sjáum það í könnunum Trump í öllum helstu málaflokkum hann með minni stuðning heldur en sko áður og sem sagt og meiri andstöðu. Fólk óánægt með stjórnans, fólk óánægt með hvernig hann gengur fram, fólk óánægt með sko stöðun í efnahagsmálum, stöðun í utanríkismálum, stöðuna varðandi verðbólgu, stöðuna í varðandi vinnu. Það kemur ljós núna sko að efnahagurinn í Bandaríkjunum að lenda í virkilegum vandræðum. Færri störf heldur en sko menn bjuggust við og í raun og veru raunfækkun starfa. Þannig að sko, en hver þeirra viðbrögð verða, hvort hann sko svo maður notur hann aftur kjarnið íslenskt mál, hvort hann dobli og og inn á sko þessa svona menningarstríðs haturs pælingar til þess að reyna að fá eitthvað kjarnastuðningu bak við sig. Ég ansi hræddur það. Já, mér langar að svara þessu að því þú sagðist þú gafst í skyn að þú trúður þessu ekki alveg en þú ætlar ekki viðfengja það en samt smá og að þú veist, maður ætti ekki trú öllu sem að maður lesa á netinu og vissulega það algjörlega rétt og satt. Það eru 2 greinar bara nýlega eftir mig það eru 2 greinar eftir mig inn á Vísi, skoðanagreinar. Það eru linkar til dæmis á þessar fréttir. Þar meðal annars voru 2 þingmenn republikana flokksins sem að komu fram í sjónvarpsviðtali og þetta hefur verið fjallað mikið þetta í fréttum bæði erlendis og en lítið heima og skrifaði það að það eru 2 þingmenn, háttsettir þingmenn í republikana flokknum og hluti af makarhefingunni sem að hafa haldið fram að það ætti í raun og veru að beita gamalli bókun sem gerir að verkum að endur skilgreina allt transfólk sem geðsjúklinga og loka það inni og það ætti að gera rannsóknir á þeim. Og tilraunast að semi 100%. Þetta það sem við erum stödd í dag en það fólk á Íslandi og við erum að sjá það vegna þess að það eru skoðanagreinar sem frá fólki sem að finnst að ég ætti að helst að halda KJ sem að skrifa á Vísir og þetta eru líka skoðanagreinar sem eru mikið lesnar. Það sem að verið að halda því fram meðal annars að núverandi ríkisstjórn sé sagt að eyðileggja þjóðfélagið að þau sé að styðja of mikið við hinsegin fólk. Og það ábyrgðar hluti stjórnmála fólks hérna á Íslandi þegar þau eru að flytja inn þessa orðræðu næstu því ómengaða frá Bandaríkjunum og við erum að sjá jafnvel þingmenn fjalla af algjörri vankunnáttu sem þekkja ekkert til hafa aldrei í rauninni tala við transfólk koma með alls konar staðhæfingar og það svo auðvelt að koma með einhverja fullyrðingar sem og bara segja þetta bara mín skoðun og kalla fólk hugmyndafræði. Ég ekki hugmyndafræði. Nei, nú það örugglega vitna í Snorra Másson sem nú félagið þinn í þinglóknum og þess að frægu framkoma hans. Já, ok, ég byrja aðeins bara varandi örstutt, varandi Bandaríkin. Mér hefur þótt að við sjáum öll undarlegheitin líka sem og við veitum að Trump algjört ólíkjandi tól og allt það en ef við ætlum að reyna að sameina fólk þá finnst mér að þetta skoða hvað gerðist áður en hann var þarna. Það einhver ástæða fyrir hann var kosinn. Fólk var ósátt við eitthvað í Bandaríkjunum áður og það var kannski ekkert endilega
að það vildi allir fá Trump, heldur vildi það breytingar. Ég lít svolítið á það þannig að við þurfum aðeins að skoða hvað það sem fólk kalla eftir. Varandi hérna í Íslandi, ef hún er vitni til Snorra, þá get ég alveg fullyrt að hann hefur talað við trans einstakling, en ég veit ekki alveg hvað þú varst að tala. Þú sagðir að það var einhverju sem hefur komið fram sem hefur ekki talað við trans einstakling, en sko, fyrir mér, ég upplifi þetta öðruvísi alveg án efa heldur en þú. Það sem mér finnst vanta í þetta, og ég held að við séum sammála, og svo bara svarar þú, að það er að mega samt taka umræðina. Ég get alveg sagt ykkur það, að því að góðu vinur minn, Jóhannes Þór Skúlason, það má alveg ég bara segja mig nafngrina. Við bara settumst niður fyrir ekki löngu síðan. Það sem ég fekk bara ég hafði óbáslega margar spurningar sem mig langar að fá svör við. Og hann er bara svona þannig típa og hann er auðvitað held ég stjórn samtakanum 78 og hann bara svaraði og við vorum eiginlega mjög sammála, eitthvað voru kannski ekki alveg sammála, bara allt í lagi, en ég held að við þurfum einhvern veginn að færa umræðina. Ég upplega flestum bara allir að lifa sínu lífi, það eru svona einstaka atriði eins og með íþróttirnar, með klefana. Tökum bara þetta samtal, ég vissum, eða ekki, þú myndi vilja það líka, því þetta er bara samtal sem við þurfum að eiga. En í staðinni tekið í skilja þér að sárna eitthvað sem að sagði sem einhver hugmyndafræði, en ég held að almenningur flestir eru bara þetta eru 2-3 atriði sem fólk langar bara að ræða. Ég held að þetta sé alveg hægt að má ég svara þessu? Já. Þarna, sko, þú veist þegar fólk er að segja tökum bara umræðina, hvað ætlum við að taka umræðina, það er fyrst og fremst það sem við þurfum að setjast niður og vera sammála hvað ætlum við að ræðum. Við getum ekki tekið umræðin það hvort að fólk sé til eða ekki. Við getum ekki tekið umræðin það hvort að fólk hafi tilverurétt yfir höfuð eða ekki. Við getum ekki tekið umræðin það að fólk sé skoðun eða hugmyndafræði, því að fólk er fólk, burtséð hvort að það er trans eða ekki. Og alveg eins og við getum ekki tekið umræðin það eins og var gert bara, þú veist, og verið að gera í Bandaríkjunum, hvort að það er að nota fólk sem tilraunadýr og loka það inni eða ekki. Nei, ég stakk ekki búin neina þessu. Nei, en þú veist, þannig að við þurfum að tala hvaða umræðu ætlum við að taka, pluss það að fólk þarf að vera tilbúið að í staðan fyrir að hlaupa á einhver YouTube-myndbönd og taka það sem heilagan sannleika, að virða ritrindar greinar, það sem að fræðasamfélagið og vísindasamfélagið hefur sýnt fram á í sambandi við transfólk. Og það eru bara áttir að verða hvort annað, sko. Hvað þarf ég að verða þegar þú segir að transfólk á ekki heim í íþróttum? Ég sagði það ekki, ég sagði taka þá umræðu. En transfólk hefur verið í íþróttum á nokkura vandkvæða í 30 ár, aldrei unnið til neina verðlauna á Ólympíuleikum eða stórmótum, aldrei. Og allar vísindalega rannsóknir sína fram á að transfólk hefur enga yfirbyrði. En íþróttir snúast yfirbyrði. Þau snúast líffræðilega yfirbyrði þar sem að fólk er með meðfædda einhverja yfirbyrði og síðan eykur það þá yfirbyrði með þjálfun. Það fæðast ekki allir og eru bara strax orðin frábærir með rétta líkamsbyggingu til þess að stunda fimleika eða handbolta. Þú veist, 2 metra hár einstaklingur hefur líkamlega yfirbyrði gagnvart manneski sem er 1,50 til að stunda körfubolta. Hvar eigum við að setja mörkin? Eigum við bara að setja mörkin þegar það kemur að transfólki, en ekki setja mörkin þegar það kemur að einhverju öðru? Það er þessi umræða sem að mér finnst ekki í lagi, vegna þess að þetta er bara það verið að nota transfólk til þess að afvegaleiða þær umræður sem að við ættum að vera að hafa. Nei, mér finnst þú bara að setja mjög mikið orðum í minn munn. Og það sem að ég er ekki að setja það í þinn munn, ég er bara að setja í þá umræðu sem að fólk er að segja þegar það talar að en ég get alveg sagt það að til dæmis eins og þetta með íþróttunar, við höfum líka séð að það verður að tala ég sem kona, ég má ekki keppa í karlmannsíþróttum. Það er búið að ræða það að börn upp á ákveðnum aldri, þá eru konur stelpur sterkar og ætti að keppa með strákum. Við höfum ekki gert það. Allar þessar umræður, það má bara alveg taka það fyrir mér. Og ég held, ég næ ekki alveg það sem að þú veist kannski segja að ég átti mikið alveg hvort megur að þetta eða ekki. En það var búið upp á það fyrir nokkrum árum, það var körfuboltaliðið Aþena sem var kvenna í íþróttum sem vildu keppa við stráka. Og hvar var miðflokkurinn að taka undir með þeim að leyfa það?
erum við að taka undir við erum að tala þetta ræða, við rættum það ég var að segja það, þetta var eitt af þessum það var ekki áhugi þar, það er rosalega áhugi ég er mitt en þetta núna að verja sturtuklefa kvenna fyrir verja, þið aftur, þú ert að gefa setja orð í minn munn ég er að segja, ég var að segja hvað ég upplifi að fólk vilji ræða transfólk ég er bara að segja hvað ég upplifi að þetta er ekki mjög margt sem okkur greinir á hvað þetta er nýtt fyrir marga þetta eru, ég held að þetta séu 2-3 atriði sem mögulega við þurfum bara að ræða eins og þetta mál með Aþenu við rættum það, ég velti því mikið upp fyrir hvað mér fannst þau það ég held að það sé ekki ein íþróttagrein í heiminum sem er mælanleg þar sem konur hafa yfirburði það er ekki rétt mér finnst það leiðilegt ég var mjög til að heyra það ef þú veitum eina ég meina allt sem er mælanlegt það verður sterkari það er alls konar íþróttir sem ættu bara ekki að vera kynjaskiptar sem eru kynjaskiptar en má ég spyrja einu sko af öllum málum sem eru sem kannski okkur standa ógnað ef okkur standur ógnað svona pólitískri upplausn í samfélaginu og mörgu af ofbeldi og hvernig fólk tala hvort annað af hverju er verið að draga það upp eins og að okkur standi svona mikil ógn af transfólki það er enginn að draga upp okkur standir ógnaði hún var að tjá sig og ég upplega að hún var ekki sátt og ég er að reyna að segja bara býtu, hvað er það sem má ekki ræða ég var ekki að segja að það var einhver ógn eða ég bara stið fullkomlega Svo má ekki fólk bara tala þú veist, bara almennt og að gera sér fífli ef það vill gera sér fífli og meira sé að við segja meðandi hluti vegna þess að sko og þá bara dæmir það sjálft ég er alltaf þeirra skoðunar af hverju er svona eitthvað vitleysa heldur alltaf áfram kemur hver að fættur öðru og var að tala um að sko kynin er bara 2 svo mæta allir líffræðingarnir og segja nei það er nú ekki þannig líffræðilega eru kynin 2 heldur fólk alltaf áfram að segja en svo koma líffræðingar og segja nei það er ekki þannig hvað er alltaf að hafa vitið í umræðinni ef við megum ekki byggja á svona bara almennri vísindalegri þekkingu heldur verðum við alltaf að vitna í einhvern mann sem að einhver sagðist hafa hitt í strætó í Finnlandi sem hefði sagt að kynin væri bara 2 við erum öll á einhverjum skala ég er þeirra skoðunar alveg eins og sko ég er ekki tækur mikið í körfubolta að þá og sá það snemma að ég myndi ekki vera stjarna í þeirri íþrótt við erum mishá, við erum misbreið og við erum einhvers staðar á einhverjum skala líka þegar kemur að því hvernig við ætlum að skilgreina líffræðilegt kyn það er fullt af fólki sem fæðist með ódæmigerð kyneinkenni hlaupur á hundruðum til þúsunda meira á Íslandi þannig að og ef við ætlum að segja að þetta fólk er ekki til að þá erum við komin í einhver veruleg vandræði þannig að þurfum aðeins að spóla okkur aðeins tilbaka og segja bara fyrirgefið við erum með vísindarannsóknir sem að segja að þetta sé einhver staðar á einhverju rófi og einhverju flæði og og díla við það og ræða það en síðan ef einhver vill koma fram og segja nei þetta er bara svona þá segir hann það og dæmir sig sjálf. Þá getum við velt fyrir okkur hvaða plattform viðkomandi fær og mér finnst það svolítið að við erum að tala um svona niðurbrot á málfrelsi og svona í Bandaríkjunum og það var til dæmis mikil ganga í miðbæ London fyrir í síðustu helgi eða ekki og þá koma fram viðhorfin þannig að sjáum við okkur kröfu, okkur óánægju í samfélaginu og við höfum að taka umræðinu og við höfum að hitta helst þetta fólk á okkur miðri leið, við höfum að hitta það á svona einhverju svona á svona hálfum fasisma eða hálfum eitthvað svona ég gælt varu við þessu að við höfum einhvern veginn að gefast upp fyrir þessu akkur ættu við nú er reformmænis með 30% eiga þeirra stjórna veg fyrir Bretlands það sem eftir það eru 70% sem er ekki sátt við þessa leið sem þeir leggja til Trump nýtur 43% hann er með svona approval rating í Bandaríkjunum er það þar með sagt að við höfum bara sætt okkur við það og kannski ekki fara alveg eins langt og hann heldur eigum við bara að brjóta niður samfélagið að hálfu leyti til þess að búa til einhvern frið í samfélaginu þegar nú verðum við að fara öll að geta að tala saman ég held að við eigum að standa mjög hart á prinsipum okkar að við viljum búa í opnu, lýðræðislegu valdreifu samfélagi
það sem að margar rættir fá að heyrast, það sem við byggjum upp á svona bestu þekkingu sem við höfum, og látum ekki gassprið vaða yfir allt. Trump bara dæmi það hvað gerist ef við leyfum gasspriðinu að vaða yfir allt, og við getum ekki gefist upp fyrir gasspriðinu og verið setið hérna eftir og tala bara hálft gassprið. Nei, en af hverju reform komið með 35%? Og það eitthvað spurning sem svona hefðbundna stjórnmálflokkar þurfa aðeins að velta fyrir sér. Ójafnvægi og valdaleysi almennings í þróun samfélagsins. Og af hverju vann Boris svona stóran sigur í þeim kjördæmum sem að hefðbundi kusu verkamannaflokkin. Það var ekki búið að brjóta niður atvinnutækifæri í því svæði. Það sem ég að segja, hann var með einhver svör. Hann benti á útlendingana. Já, og ég meina hann var... Er það lausnin? Nei, ég ekki að segja það. En það sem ég að segja það að fyrir þessa hefðbundi stjórnmálflokka sem hafa verið, ég meina, hvernig staðan í Frakklandi, þar sem að Le Pen orðin hvað stærst, eða næststærst, þar sem að eða reform í Bretlandi. Allt hefndi fór Deutschland í Þýskalandi. Já, og tala ekki það, þannig að það samt sem aður augljóslega grasserand undir, þeir búa þetta ekki til. Þeir tala og þeir fá hljómgrunn. Og af hverju fá þeir hljómgrunn? Það sem ég að segja sem vandamálið, að þeir birtast þarna og segja að þetta sé allt útlendingum að kenna, sem að ég býst við að þú vitir að svo sé ekki. Það er ekki útlendingar sem eyðilegðu riðbeltið í norðurhluta Englands, en þeir eru fáir innflytjendur þar. En þá fara hefðbundnu flokkar og taka undir útlendingaldúðina. Það gerir Keir Starmer, það gerir ríkisstjórnin hér, það gerir Mette. Það gerir allir stjórnarflokkar. Og þá setjum við uppi og tökum yfir afsakið að segja það, bara haturs bóðskapinn og segjum að við skulum bara reyna að hafa svona temmilegt hatur. En akkur ráðast ekki á meinunum sem í þessu samfélagum, akkur eru það brotnu upp? Þetta sem, við erum ekki sammála, ég og þú erum auðvitað ekki sammála þessu, þannig að það ekki hægt að segja bara, við verðum að stoppa þetta fólki að tala, en þetta fólk má tala, því þetta rétt fólk og þetta rétt skoðun og varðandi útlendingarna, þetta engin útlendinga andúð í öllu sem þú nefndir eins og var ríkisstjórninni. Þetta, útlendingamál fyrir mér, ég að þetta, snúast ekki útlendinga. Útlendingamál snúa því á Íslandi að vernda hér velferðarkerfin okkar fyrst og fremst, við erum búin að byggja upp, við þurfum að hafa stjórn á þessum málaflokki, menningun okkar, gildin okkar, það er það sem við erum að vernda og stýra straumnum, þetta snýst á engan hátt útlendingandúð og þeir sem eru harðastir í miðflokknum og finnst við vitlausust, hvernig við erum að leyfa þess að vera stjórnlaust, það eru útlendingar. Ert þú að missa gildið þín? Því að við erum að verja gild okkar? Erum við að missa gild okkar í Íslandi? Já, ég myndi bara segja það að við þurfum að passa að gera að við missum þið ekki. Við missum gild okkar með því að tala svona fólk eins og að tala innflytjendur. Nei, ég get alveg sagt að ég er kona. Ég upplifi það að við erum búin að byggja upp mjög mikið samfélag þar sem jafnrétti er gott. Það var til dæmis gildi sem gæti átt undir högg að sækja ef að hlutvöld þeirra sem verða ekki slík gildi verður og hátt. En megin þorri útlendingar yfirgnefandi meirihluti þeirra útlendingar sem eru hérna á Íslandi koma bara frá Evrópu og eru bara með þessi sami evrópsku gildi sem að við erum með. Já, nei, ég var að segja, eins og velferðarkerfin okkar, við vitum það bara opin landamæri og velferðarkerfin ekki fyrir saman. Það fer ekki saman. Nei. Auðvitað, þetta er tjáningafrelsi í hnotskurn og málfrelsi í hnotskurn. Við megum segja hvað sem er, en þá má líka annað fólk andmæla okkur. Algjörlega. Og fólk þarf að taka ábyrgð á því sem þau segja. Já. Við getum ekki farið og ýtt undir, og þetta er hatursorðræðan, þarna kemur hún inn, ef við erum að ýta undir að frelsi einhvers annars skerðist og auka okkar eigi frelsi í staðinn, og við getum ekki ýtt undir að það verði aukið ofbeldi gegn einum hóp umfram annan. Þegar við erum að ýta undir útlendingaandúð, þegar við erum að ýta undir hinseginandúð með því að taka umræðu og kalla fólk hugmyndafræði eða skoðun og segja það að það sé einhver transhugmyndafræði í gangi eins og fólk í miðflokknum hefur gert. Þetta er ekki hugmyndafræði, þetta er bara fólk sem er að reyna að lifa sínu besta lífi. Þá erum við komin á mjög hættulegan ís. Við erum komin
í hatursorðræðu og þá erum við að brjóta gegn öllum þeim grunngildum sem að við höfum sem samfélag samþykkt að sé íslensk. Óttastu hérna að eitthvað svona, einhver hatursumræða það bara raunverulegt, allir sem öðruvísi ég fæ reglulega bara finna fyrir meiri andúð á götum úti og hvað sem þau koma núna eftir þessu umræðu hefur vaðið yfir stjórnmálin heldur áður, þetta bara staðreynd. Þetta ekki svona gæti fyrst. Já, ég meina, ég fæ alls konar ógeð yfir mig og bara fólk sem að í mannréttindabaráttu á Íslandi ef þið hafið séð þættina Hatur sem á þriðjudagskvöldum á RÚV. Ef þið hafi ekki séð það, þá mæli ég með að þið horfið á þá. Að þar verið að taka viðtal við fólk sem í mannréttindabaráttu, fólk af erlendu bergi brotnu, hinsegin fólk, transfólk og öllum við fengið haturspósta sem að, þú veist, mér hefur verið að hóta lífláti, ég fór með það til lögreglunnar, þeim fannst til dæmis það að það ætti að þakka niður mér og ég ætti að éta byssukúlu og það ætti að hengja mig upp í staur. Sagði lögreglan það? Nei, þetta voru skilabóð sem ég fekk, þetta taka með börnin og fleira í þeim dúr, að þeim fannst þetta ekki nú afdráttarlausar hótanir. Þeim fannst það ekki nú afdráttarlaust þegar, þú veist, bíllinn minn var skemmtur fyrir utan heimilið mitt eða hundaskítur var kastað í húsið mitt. Þeim fannst það ekki nú afdráttarlaust. Enginn af okkur sem í mannréttindabaráttu höfum fengið, þú veist, vakt frá lögreglunni yfir nótt þó okkur hafi verið hótað einhverju. Og við fáum reglulega svona skít yfir okkur. Þú veist, þið megið segja hvað sem er. Það enginn að banna ykkur það, en orð hafa ábyrgð. Það byrju akkur að horfa á mig, ég myndi aldrei segja neitt. Ég bara að tala að þú ert hérna sem málsvari fyrir miðflokkinn og ég að tala miðflokkinn í þessu samhengi, ég ekki að tala þig persónulega, ég að tala bara, þú veist, að fólki sem rosalega annt málfrelsi, það notar það sem afsökun fyrir að hrauna yfir minnihlutahópa. Mér annt málfrelsi og ég notaði ekki svona eina afsökun til að hrauna yfir minnihlutahópa og það sem ég upplifði hérna inni, það sem mjög gott að koma svona út fyrir sína eigin búblu, sko. Það bara, trekk í trekk mér lögð orð í munn. Útlendingand og þetta. Það má ekki, þið að stöðva umræðuna. Þið að stöðva umræðuna og komið veg fyrir. Ég segi bara einfalda hluti eins og að velferðarkerfi og opin landamæri þetta fer ekki saman. Þetta er engin andu þessu, þetta engin ílska, þetta bara að hafa stjórn. Við erum að vísa til umræðunar og það þú sem tekur það einhvern veginn upp eins og við séum að gagnrýna þig. Nei, bara það sem þú sagði þér áðan, rétt áðan. Já, að ungir menn í miðflokknum að kvarta yfir því að jafnrétti hafi gengið of langt. Þeir eru að tala, ég meina meðal annars Snorri Málsson hefur meðal annars haldið fram að jafnrétti gangi of langt, ég hef aldrei heyrt að segja það. Að konur væri svona ítt út í tiltekna svona lífsstefnu sem að væri að vera líkar í köllum og ættu frekar að vera svona sinna móðurhlutverki og hann talar bara eins og hægri. Bak við eldavélina. Ég held að við verðum aðeins ekki það, bak við eldavélina ljóslega grín, sko. Sigmundur Davíð, hann tengir mjög saman aukna glæpi og innflytjendur. Já, það staðreind, sko. Nei. Jú. Við köllum alltaf afbrotafræðinga og spurjum að þessu og þetta ekki staðreind. Nú, en tölurnar sem voru bara birtast í fangelsum landsins. Já, það vegna þess að hvað skýringin á því þá? Þetta eru til dæmis túristar sem eru túristar? Já, sem að koma hinga sem burðardýr. Þetta ekki innflytjendur eða hælisleitendur, bara langt í frá. Herru, það er bara stórkostlega að vera misnota kerfin okkar og auðvitað, við erum ekki einföld. Þú þarft ekki að vera einföld. Svo langt fram yfir tíma. Já, ok. En í hverski þetta sem Sigmundur segir þetta, þá köllum við alltaf á afbrotafræðingana og þau segja alltaf nei, þetta ekki þannig. Þannig að það engin hælisleitandi sem dettur í hug. Ég er bara, við erum allir heiðarlegir bara, þú heldur í alvörunni að eftir því sem að meira við erum með meiri segla. Það sem hefur haldið fram að séu fleiri afbrot vegna innflytjenda og hælisleitenda. Svo ekki. Í því felst ekki að það sé engin hælisleitandi sem að misnota kerfið að fyrir með glæp. Nei, bara meina það er ekki hærra hlutfall en Íslendingar. Sko hefur líka komið fram, Gunnar, að erlendar glæpaklíkur hafa náð hérna fótfestu. Það var áður en að það var bara, mannstu það var ekki eistneskar og hérna. Jú, ég meina eftir því sem
sem að sko, og það er fylgifiskur sem að sko, sem að kemur af því að sko, það getur ekki hælisleitendur? Nei, alls ekki, og við þurfum nefnilega sérstaklega að gera greinarmun á því þegar við erum að ræða útlendingamál og hælisleitendur hins vegar. Þannig að vegna þess að sko, mér fannst umræðan útlendingamál einhvern veginn blossa upp og sko allir útlendingar væru vandamál og það gerðist heila samtíða því að við opnuðum landamærin fyrir Úkraínufólkinu og það var mjög skrítið að horfa upp á það að sjá hvernig sko umræðan einhvern veginn gerbreyttist en á sama tíma var sko fannst manni einhvern veginn skotin ekki beina stað vont orðalag sko eða sem sagt athyglin ekki beina stað en til að Úkraínufólkinu heldur beinast miklu frekar að fólki sem að koma úr öðrum menningarheimum frá Norður Afríku, frá Sýrlandi og svo framvegis miklu meira sem eru síðan bara agnarsmátt hlutfall af öllum þessum fjölda og útlendinga sem er á Íslandi. Við erum kannski með af þessum úr þessari menningu og það sem að menn hefur verið að skilgreina eða Danir skilgreina sem eitthvað mennabt lönd eru kannski 2000 manns af 55.000 eitthvað svoleiðis. Þetta gengur ekki lengur. Maður gera eina tilraun í lokun. Getum við verið sammála eitt að við viljum alltaf ekki misnotkun á kerfunum okkar. Getur ekki alveg saman skattkerfinu, við viljum stórauka skattkerfinu. Allar rannsóknir sýna það að hinir auðugu svíkja mestust að skatti, það er mjög góð norsk rannsókn sem sýndi að hinir auðugu skjótaði meðaltali 30% tekna sinna undan skatti, þannig að ef við erum ekki misnotkun kerfisins þá er það stór efla rannsóknir á stórfyrirtækjum og stóru fjármagnseigendum. Besta leiðin til þess að minnka skattundanskot er að lækka skatta, Gunnar, og það vistu. Svona, hættum við svona. Ég ætla að þakka ykkur fyrir. Það er Arna Vagna. Takk hérlega. Já. Fæ ég lokaorð? Það er að fá lokaorð. Nei, við verðum að rætta þessu. Friðunar og Nanna Margrét Gunnarsdóttir. Og hér á eftir er Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins. Þetta er Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.